Ræðvíkó, nýtt ár, hópurinn komið saman, styttist í stórmót. Hvernig svona er stemmingin í hópnum? Hún er bara mjög góð, við varum bara að hittast núna hérna fyrir 2 tímum saman og mjög góð stemning og búin að taka eitt fund og erum bara fyrir það. Spenntur fyrir komandi vikum og komandi mánuði? Já, maður er það alltaf í byrjun janúar og viljum alltaf gera betur heldur en árun á undan og sérstaklega fyrra svíður ennþá var ríkilega svekkjandi að komast ekki lengra. Þannig að við þurfum bara að ná góðum æfingum vinna heima og góðum æfingarleikjum og svo spenntur fyrir næstu vikum. Og svo er þessi tími á síðasta stórmóti svekkjandi. Takið það með ykkur inn í þetta mót að gera ennþá betur? Já, ég meina mér varst að spila heilt yfir bara mjög vel í fyrra og hefur svo sem verið svona þannig séð stígandi í þessu hjá okkur og spila núna 2 æfingarleiki við Þjóðverja í nóvember og fyrirleikur svo sem ekki góður setningur en var mjög góður. Þannig að við erum alltaf að reyna að vinna í einhverjum smáatriðum og reyna að bæta okkur, þannig að það er hellingur sem við getum tekið með okkur. Þú hefur að glíma með meiðsli núna síðustu vikum mánuði. Hvernig er staðan á þér? Hún er bara fín. Ég náði að spila síðustu leikina fyrir áramót með mínu liði í Þýskalandi, þannig að ég bara vona að sem meiðsli heyri sögunum til og ég geti verið fullt frískur í janúar. Hlutverk þitt í Svíþjóð, hvernig horfir á þitt hlutverk? Það verður bara komið ljós. Ég meina ekki fyrst í stórmóti hjá mér og það er oft erfitt að segja fyrir stórmót hvernig það þróast. Ég meina það getur verið minni eða meiri spiltími, það verður bara komið ljós eftir hvernig maður stendur sig, þannig að ég er bara fullur til ykkurna.